Komið sæl. Við erum stödd hérna í Lindakirkju í Kópavogi. Á mjög svona huggulegum stað. Uppáhaldsstaðurinn minn. Já. Viltu kannski kynna þig? Já, ég heiti Bylgja Dís Gunnarsdóttir og ég er söngkona og er starfsmaður hérna í Lindakirkju í Sunnudagsskólanum. Sunnudagsskólanum. Fer hann fram hér? Já, svona, þetta kemur stundum upp á tjaldi. Já. En það voru teknir upp þættir daginn í dag, er kannski ykkur sem þekkja það. Hafdís og Klemma, sem er að takast svona krakkar sem er að takast á í lífið og íslenski þættir sem hafa verið búnir til og það er mitt prestarnir hérna í Lindakirkju sem hafa verið að semja handritið af því ásamt öðrum. Þannig þeir eru teknir upp hér, í þessu rými. Já, nýjustu þættirnir voru teknir upp hér að einhverju leyti allavega. Og þið sýnið þessa þætti í Sunnudagsskólanum? Já, í Sunnudagsskólanum landsins sko og já, og að sjálfsögða því að hérðan koma þeir, þannig að þeir eru í hávöðum hafðir hér. Og hvað viltu segja okkur Sunnudagsskólan í Lindakirkju? Það er rosalega mikið gleði í Sunnudagsskólanum í Lindakirkju, myndi ég segja, sem að er kannski af því að það er þannig metnaður fyrir starfinu. Það er gleði yfir því að það sé sunnudagsskóli og það er metnaður fyrir að hafa það og hafa það skemmtilegt og til dæmis er sunnudagsskólinn í Lindakirkju eini held ég sunnudagsskólinn á landinu sem að er allt árið. Við förum aldrei í sumarfrí eða jólafrí eða páskafrí. Það er alla sunnudaga ársins nema það hreinlega þetta á einhvern alveg rosa frídag sko, eins og til dæmis við erum ekki með Verslunarmannahelgi. Það er eini dagurinn sem að ég man eftir að hafa verið að detta út sko. Það fyrir með Sunnudagsskóla aðfangadag? Já. Og öllum svona? Já. Og á sumrin þá breytum við aðeins, þá förum við meira í svona að vera úti eins og bara daginn þá vorum við að segja sögum hús á Bjargi og þá fóru allir út með krítar og krítuðu hús á stéttina og eitt skipti vorum við með Týndi sauðurinn og þá tókum við fullt á svona lamba, svona plast leikföngum og földum það í kringum kirkjuna og krakkarnir voru að leita af týnda sauðinum. Ég heyra rosalega mikið metnaður í þessu starfi hjá okkur. Já, það er það og ég held að það sé af því að okkur finnst svo gaman. Okkur finnst það alveg rosalega gaman. Og við erum líka rosalega opin fyrir því að prófa nýtt og gera fjölbreytilega hluti þó að það þurfi alltaf að vera þetta fyrir krakkana einhverju fasti punktar sem við höldum sko. Að við erum til dæmis með kirkjubrall. Kirkjubrall? Já. Hvað er það? Hvað er það? Það er alveg rosalega skemmtilegt. Það heitir á ensku Messy Church. Og þá er sem sagt sunnudags og það gengur út í það að brjóta upp allar hefðir. Og það gengur eiginlega svolítið út af það að fara svolítið mikið út fyrir ramman og það á að vera messy, þú veist, það á að vera allt út allt og það eru svona stöðvar, það koma allir inn og merkja sig og ganga á milli stöðva, það er ratleikur og á hverri stöð er eitthvað svona verkefni sem átt að gera. Einu sinni var einni stöðinni spagetti, fullt af spagetti og litir og þú áttir að taka spagettið og setja það í málninguna og mála með spagettinu. Okay. Þannig að þeim er bara skýt út og drasli kirkjuna? Já, út af það gengur það. Og einu sinni var það var eitthvað svona, svona superhero, hvað heit það, ofurhetju þema og þá var verið að búa til skikkjur og alls konar, allavega svona tröllaleir og stundum þú veist bara svona vasslaug, það verður sulla, ef það passar við sögu dagsins, það er tekið saga dagsins sko. Til dæmis þegar við vorum með spagetti þá var það eitthvað í sambandi við heilagan anda og þá var það sko að mála með rauðum og appelsínugulum og gulum. Og það kom svona ákveðin áferð þegar var notað spagetti sko. Er þetta á sunnudögum? Þetta er á sunnudögum og við höfum haft þetta svona kannski 2, 3 yfir önnina. Eða, já, svolítið misjætt eftir árum. Og þetta er svona langur sunnudagsskóli. Og svo þegar allir eru búnir, það er svona klukkutími eitthvað svoleiðis, eða jafnvel rúmlega sem við förum í þetta, vera á stöðvunum, þá
safnast allir saman inn í kirkju og þá fögnuður. Svona stutt stund, það sem sungið og það sem allt tekið saman. Og þá í rauninni opnast sagan fyrir fólkinu sem búin að vera í sunnudagsskólanum og hún verður miklu innihaldsríkari af því að þú ert í rauninni búin að föndra hana og leika hana. Upplifa hana. Og búin að upplifa hana. Þó þú veitir ekki á meðan þú ert að því hvaða saga það er. Og þá eftir það síðan farið inn í safnarheimili og þá matur fyrir alla. Vá. Já. Þetta ekkert smá flott. Já, og það eitt svona, allavega í Bretlandi, þú veist, þetta svona þá tilrauna stigi hérna hjá okkur, en það sko, þá reynt að stíla inn á þetta jafnvel í enda mánaðar. Þannig að fólk sem hefur lítið milli handana ekki endilega, barnafólk getur komið og fengið máltíð. Já. Vá, þetta frábært. Já. Og fólk ekkert endilega bara að koma með barnanum, fólk kemur líka bara því að þetta svo gaman. Það fullorðna fólki líka? Já. Myndirðu segja að sunnudagsskólinn væri líka fyrir fullorðið fólk? Góð spurning. Já, veistu, ég held það. Ég held það að foreldrar fylgja börnunum og ömmur og afar og algjörlega. Og við reynum að fá þau til að taka eins mikið þátt af því að þú veist, það þetta litla barn innra með okkur öllum og Jesús sagði leyfið börnunum að koma til mín og enginn kemst til himnaríkis nema að vera aftur barn og allt þetta sko. Þannig að já, við bara leyfum allum að vera börn þarna og já. En þau taka virkan þátt, myndirðu segja það? Já, ég myndi segja það. Svona að þessu leyti sko. Bara mikið að hreyfisöngum, að mikið lagt upp úr að það sé fjör og skemmtileg tónlist. Það sé alltaf góður meðleikari og mikið sungið og alltaf sög saga og alltaf líka vídeó og alltaf brúðleikhús og brúðleikhúsið það er oft svona bæði gaman fyrir börnin og foreldrarna af því að það er svona alveg svona fullorðins húmor þar líka upp af þessu marki og já. Þannig að af hverju ætti maður sem foreldra að koma í sunnudagsskóla með börnin sín? Ég myndi segja bara þetta er góð stund til þess að eiga saman og tengjast saman í leik og í gegnum bara það fá að vera barn og svona heyra og upplifa kærleiksboðskap. Já. Og það myndir segja kærleiksboðskapur í sunnudagsskóla, það væri svona eða svona þungamiðja. Hver svona þungamiðjan í ykkar boðskap? Hvað þið svona boðað í sunnudagsskóla? Já. Fyrst og fremst. Það náttúrulega bara, þú veist, sögurnar Jesú, dæmisögur Jesú og kraftaverkasögur Jesú og þetta og eitthvað aðeins svona í Gamla testamentinu líka sem bara svona sögur sem að snerta mannlega tilveru mjög djúpt held ég og þannig að já, þetta gengur rosalega mikið út af það að Guð elskar þig eins og þú ert. Þú ert bara, Guð hefur skapað þig og hann skapaði þig svona eins og þú ert af ástæðu og við getum alltaf leita til Guðs og Guð vill að við eigum kærleiksríkt samband við okkur sjálf, við hann og við annað fólk og það náttúrulega þessi svona siðferðisboðskapur líka að koma vel fram við aðra, koma fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig, hjálpa öðrum, sýna öðrum kærleika og já, þannig að það er mjög mikið lagt upp úr því. Já. Hljóma vel. Ég held ég get ekki annað hvatt alla til að kíkja í sunnudagsskólann í Lindakirkju. Það sem er greinilega mikið líf og fjör. Já, það er það. Og dýpt. Og dýpt, já. 3 orð sunnudagsskólann. Hver væru þau? Gleði, kærleikur og leikur.